En núna tekur til máls einn af þeim yngstu meðlimum þessara ættar, það að segja ungu frumkvöðlum þessara móts. Það Gunnar Bollason sem sagnfræðinemi og hefur svona, stúderað svo litið þessa ætt. Gunnar Bollason, gjörðu svo vel. Ágætu ættmenni og tengda fólk. Í þessum pistli ætlunin að varpa lítillega ljósi á líf og starf langafa míns og langömmu, Ketils Magnússonar og Helgu Guðrúnar Bjarnadóttur. Víða hefur verið leitað fanga við heimildaöflun, jafnt í frásögnum barnabarna sem muna þau, sem og í skjölum og bókum Þjóðskjalasafns. Við samningu greina sem þessarar alltaf erfitt að ákveða hvað sett skuli á blað og hverju skuli sleppa. Af nóg að taka, en auðvitað manni nokkur takmörk sett hve löng slík grein getur orðið. Vera kann að fólki þykir fjalla ómikið eitthvað eitt efni en leggi þeim mun minni áherslu á annað og biðji fólk að verða það vel við mig. Þegar fjalla á lífsgöngu Ketils Magnússonar nauðsynlegt að skyggnast örlítið inn í samfélag þess tíma og fjalla nokkuð búskap foreldra hans. Að Katli Magnússyni stóðu merkar og góðar bændaættir. Faðir hans, Magnús Ólafsson, var fæddur að Núpum í Ölvi síðan 21. maí 1823, sonurs Ólafs Magnússonar sem var fæddur á sama stað 1793, Þórðarssonar lögréttumanns þar og konu hans Ragnhildur Þorsteinsdóttur. 1850 kvæntist Magnús Ólafsson Ingibjörgu Ólafsdóttur. Hún var dóttir Ólafs Helgasonar, bónda lengst í Skálholti, og konu hans Ingiríðar Einarsdóttur, bónda í Bryðjuholti Bjarnasonar. Sigurður, bróðir Ingiríðar, ættfaðir galtarættarinnar sem margir afkomendur Ketils og Guðrúnar eru afkomendur. Árið 1851 hófu þau hjónin búskap á miðbýli á Skeiðum og þar bjuggu þau næstu 4 árin. Á miðbýli fæddust fyrstu 2 börn þeirra, synirnir Ólafur, fæddur 1852 og Helgi, fæddur 1854. Árið 1855 fluttust þau loks að Laugabökkum og þar settust þau til frambúðar. Ketill var 3. barn foreldra sinna og jafnframt það fyrsta sem fætt var á Laugabökkum. En svo fyrr hefur komið fram fættist hann 14. mars 1857 og tók á móti honum Þórdís Jónsdóttir ljósmóður í Hvammi. Hann var skírður daginn eftir þann 15. mars að séra Guðmundi Jónsson, presti til Arnarbælisóknar, og voru guðfeður þeir Pétur Bjarnason, bóndi á Helli, og Eiríkur Þorsteinsson, lausamaður á Laugabökkum. Ketill hefur snemma verið settur til bókar, enda getur séra Ísleifur Gíslason, næsti prestur og eftir séra Guðmundi þessi prestþjónustu bók Arnarbælisóknar við árið 1880, að bókakostur á Laugabökkum sé góður. Séra Guðmundur telur Ketill lítt læsan 6 ára, en árið eftir, árið 1864, hann talinn stautandi. Ketill síðan talinn læs árið 1865 á 8. ári. Hann var svo fermdur að séra Guðmundi vorið 1871. Faðir hans, Magnús Ólafsson, hefur verið mikill búmaður og vel styrktur af sinni góðu konu. Því svo mjög aukað þau við búið að Magnús var með gjaldahæstu mönnum í sinni sveit og var þrátt fyrir mikla ómegð vel efnaður. Árið 1899 tók Guðjón yngsti sonur þeirra við Laugabökkum. Magnús þá þrotinn af kröftum eftir mikla vinnu við uppbyggingu bílisins og drjúgt ævistarf. Bjuggu þau Heiður Sjón, Magnús og Ingibjörg þar áfram hjá Guðjóni, syni þeirra og tengdadóttur. Magnús hafði þegar hér komið við sögu kennt sér þess meins sem varð honum aldur til hann. Hann andaðist á Laugabökkum þann 7. júlí 1902, 79 ára aldri. Banaminn hans var meinsemd í hálsi. Í eftirmælum Magnús, föður Ketils, sem birtist í Þjóðólfi haustið 1902, segir meðal annars: Hann mun hafa verið afar mikill fjörmaður á yngri árum, vel greindur og fylgdist með tímanum. Þóttu oft einkennilegur í svörum, skemmtinn og glaðvær því var að skipta og var sannur vinur vina sinna. Þess væri óskandi að mörg Íslands börn væru lík Magnúsi heitnum að dugnaði og mannkostum. En víkjum nú sögunni aftur að Katli Magnússyni. Líklegt má telja að fremur hafi hugur Ketils hneigst af öðrum störfum en bústörfum þótt ekki sekt að fullur það. Í æsku hefur hann verið settur til almenna verka innan og utan búsins, svo sem var flestöll börn á þeim tíma sem voru við heilsu og náðu nokkrum aldri. Þegar hann stálpaðist var hann sendur í verið. Reri hann frá Stokkseyri og Eyrarbakka á nokkuð vertíðum. En vistin í verum var ekki eftirsóknarverð og aðstæður allar hinna verstu.
Á efri árum minntist Ketill oft á þann tíma sem hann reri. Eitt var það sem greitt var í minninguna og réð svo miklu að hann valdi sér annan ævistarf. Eitt morguninn í verinu vaknaði hann og hafði formaðurinn ákveðið að nú skyldi róið. En slíkt grimmdarfrost var úti sem og inni, að blautir sjóstakkar sem og öll nærföt svo að segja stóðu beinfreðin og óstutt við svefnstaðinn. En ekki þýtt að kvartanir kveina heldur var að bíta á jaxlinn, fara í gaddfreðin nærfötin og bíða þess að líkaminn þýtuðu upp. Þessi reynsla að fara óútsofin í brunagatti í frosinn nærföt kveikti hjá Katli löngun til að verja sér ævistarf sem ekki útlendi slíkar píslir fram eftir allri ævi. Að fenginni reynslu visti í Ketill að sjómenn myndu mikið til gefa ef halda mætti þurrum fótum og upp úr þessu ákvaðan að læra skósmíðar og einkum að búa til leður sjóstígvél sem þá voru mjög að setja til rúms. Ketill komst í skósmíðalæri sem fyrir segir hjá Birni Kristjánsinni síðar kaupmanni, alþingismanni og ráðherra. Nam hann fyrst sinni í Reykjavík og bjóð þá öllum líkjendum á Vesturgötu 10, en árið 1880 þá 23 ára flyst Ketill alfarinn til Ísafjarðar þar sem hann hélt áfram náminu hjá Birni. Ísafjörður var eitt þeirra staða sem óx hratt á þessum tíma vegna aukinnar þilskipaútgerðar. Ísafjörður hafði endurheimt kaupstaðaréttindi sín árið 1866 og var á árunum upp úr 1870 ört vaxandi bær sem bauð upp á ýmsa möguleika fyrir ungt fólk, atvinnu og góða afkomumöguleika. Í manntalinu frá 1. október 1880 Ketill skráður til heimilis með Birni, Jóhanni Árnasyni skósmiði sem og systur Björns. Ekki gott að geta sér til götuheiti og númer þessa fyrsta heimilis á Ísafirði, Ketills á Ísafirði, þar sem í manntölum kausta á þessum tíma eru hús aðeins númeruð eða bera eigið nafn og Ketill skráður heimilisvestur í húsi nr. 64. En innan 3 ára frá kominni vestur Ketill fluttur í sitt eigið húsnæði, það var Þvergata 5 og húsið oftast nefnt Ketillshús. 1982 flyst til Ísafjarðar ung kona frá Akureyri, Helga Guðrún Bjarnadóttir. Hún fædd 23. nóvember 1852, dóttur hjónanna Bjarna og Soffíu Jónsdóttur. Foreldrar Soffíu voru Jón Magnússon, bóndi á Hrútshóli í Ólafsfirði og Anna Magnúsdóttir. Voru þau bæði ættuð austan af fjörðum. Bjarni, faðir Helgu Guðrúnar, var fæddur á Eldleysu í Mjóafirði, eystra, sonur Jóns Jónssonar bónda þar og konu hans Sigríðar Eiríksdóttur. Bjarni lærði ungur til smiðs, fluttist til Akureyrar árið 1850 og kvæntist að Soffíu Jónsdóttur. Þannig var Helga Guðrún austfirðingur í báðar ættir. Á Akureyri hafði Helga Guðrún snemma hafið störf á heimili Sjútt fjölskyldunar. Þar lærði hún matseld upp á danska vísu og allskyns hannyrðir. Átti þessi menntun hennar og reynsla eftir að vera henni dýrmætt og nötatrúgt veganesti á lífsleiðinni. Líklegt að Ísafjörður hafi haft sama aðdráttarafl á Helgu Guðrúnu og hann hafi haft á Ketill 2 árum áður. Enda möguleikar margir þar vestra sem fyrir segir. Fljótlega eftir komuna vestur réðst Helga Guðrún til ráðskonustarfa hjá Katli, enda karlmenn á þessum tíma gjörsamlega ósjálfbjarga við öll heimilistörf. En til að gera langa sögu stuttafeldi þau hugi saman og gengu í hjónaband þann 11. október 1884. Gaf þau saman sér að Þorvaldur Jónsson. Fór athöfnin fram í heimahúsum á Þvergötu 5 samkvæmt leyfisbréfi eins og segir í prestþjónustubók Eyra prestakarls. Svaramenn voru þeir Björn Guðmundsson gullsmiður og Guðmundur Þorsteinsson járnsmiður, báðir búsettir á Ísafirði. Rúmu á ári eftir að þau gengu í hjónaband fæddist fyrsta barnið, sonurinn Helgi, fæddur 30. nóvember 1885. Næst komu Axel, fæddur 5. desember 1887, Ingibjörg, fæddur 24. september 1889, Ingólfur, fæddur 13. desember 1890, Magnúsína, fædd 1. júlí 1893, dáin 3. mars 1901, 8 ára aldri, og yngstur Óli, fæddur 26. september 1896.